ekkert Evrópuríki sé ánægt með sína útlendingastefnu nema kannski undanskildu Pólverjum og Ungverjum og þeir eru að reka mjög harða stefnu í þessu og eins og David Frum segir að ef að frjálslynt fólk getur ekki sett skikka á landamærin þá gera fasistar það. Ég held að við séum ekkert undanskilin þessari þróun. Hefur þú áhyggjur af þessum svona menningarlegu gjám sem eru að svona spretta upp á Íslandi? Já, sko, og kannski rétt líka í leiðrétti ef að það kom þannig út að því ég segja að hælisleitendamálin séu uppblásin, þá meina ég að þau fá kannski hlutfallslega meira svigrúm í þessari útlendingaumræðu en er tilefni til. Það er bara út af því sem er búið að gerast í Evrópu og margir hafa mjög miklar áhyggjur af hérna í Íslandi. Já, og ég skil þær áhyggjur mjög vel, sko, svona til framtíðar, en reyndin er samt svo að þetta hefur ekki næstum verið jafn mikil bylgja af einstaklingum frá þessum þjóðum og til dæmis í Danmörku og Svíþjóð, skilur, sú bylgja hefur ekki alveg náð til okkar. Sko, þeir útlendingar sem eru að koma til Íslands eru ennþá að hlutfallslega ekki hælisleitendur og þeir hælisleitendur sem eru að koma hérna eru á stofnunni til einmitt bara Úkraínumenn sem eru bara Evrópubúar. Að því sögðu, þú veist, þá skil ég þessar áhyggjur óbúslega vel. Ég meina, ég eins og ég segi, nýfluttur heim frá Danmörku og þar var þessum tekið svolítið först á þessum málum undir stjórn Mette Frederiksen, skilur það er bara eins og þú segir, ef frjálslynt fólk svarar ekki þessu kalli að þá býrðu til jarðveg fyrir öfgar og Mette Frederiksen kvað niður danski fólkapartí bara niður í 2% á nokkrum árum